Áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Við ætlum aðeins að forvitnast tónlistarlífi hérna á Akureyri. Og til mín eru komnir tónlistarmenn nýflutt heim frá Hollandi, ekki satt. Sóley Björk og Emil Þorri, velkomin. Takk fyrir það. Voruð þið ekki bara að flytja til landsins á þessu ári eða? Jú, bara núna í júlí. Já, útskrifumst og erum bara fersk. Bara fersk beint til Akureyrar? Já. Guð er gaman. Og þið eru bæði komin til starfa við tónlistarskólann hérna á Akureyri. Já. Og hvert er ykkar starfsvið? Ég er sem að slagverkskennslu og trommusett. Já. Ég er stjórnandi blásarsveitarinnar og er líka að kenna ýmislegt bara tónfræði og trompett og trompetleikari. Þú ert trompetleikari og getur þú svo bara kennt á öll hljóðfæri þess vegna eða hvað? Nei, sko, ég sérhæfi mig svona í blástur, þú veist, já. trompett og básunur og eitthvað svona sem er svona pínu tengt. Já. En og svo stjórnin, þú veist, eins og þessi blásarsveit og svona, það er alveg rosalega. Er ekkert mál að kenna á þverflautu ef maður er bara búin að æfa sig ógeðslega mikið á trompett? Jú, það er pínu svona, það er pínu sérhæfing líka að vera í því. Þannig að ég reynir svona að halda mig við trompett og básunur. Og grípurðu svo í, sko, eins og básununa svona bara til að, þú veist, áttu öll þessi hljóðfæri sjálf eða? Já, ég er safna svona í bunka. Maður reynir að passa sig að kaupa ekki of mikið af hljóðfærum til þess að. Pínu hættulegt. Söfnunar áratan svona stundum kikkar svolítið inn. Já. Hvað voruð þið lengi í Hollandi? Við vorum í 4 ár. Já. Þetta er 4 ára bara bachelorgráða sem við tókum. Og gott að vera í Hollandi? Já, mjög. Allt flatt og gott að hjóla? Já, æðislegt sko. Skrítið að koma hérna að venjast bílnum þegar að fara að keyra út út, þá þetta sé náttúrulega lítið svæði. Það er hægt að reyna að hjóla. Ég byrjaði af krafti en svo einhvern veginn tók bílinn aðeins yfir. Það fór svolítið með okkur að flytja upp í Naustahverfi sko, það var bara... Já, þá ertu komin svolítið í úthverfið og brekkurnar. Það eru ekki skólahljómsveitir hérna á Akureyri en það er blásarasveitir tónlistarskólann. Já, það er rétt. Það er ekki ennþá allavega skólahljómsveitir eins og er staðan núna en blásarsveitin er fyrir þá sem eru í tónskólanum og spila á blásarshljóðfæri. Blásarsveitin er svona fyrir þá sem eru komnir aðeins lengra. Eru kannski búin að vera að læra í 2-3 ári eða eitthvað svoleiðis á blásarshljóðfæri eins og lúðrasveitarhljóðfæri. Og svo komum við þá í sveitina til mín og einu sinni í viku. Hvað eru margir í blásarsveit? Núna erum við sko alveg 27 skráð. Það er ekki bara góð stærð? Það er alveg frábært. Og þar eru slagverksleikari líka? Já. Ég er aðstoðarstjórnandi í sveitinni sko og er svona svolítið að fylgjast með þeim hann aftast. Já. Og eru þið nýbúin að taka þátt í þessu sísl, skólahljómsveitarmótinu? Það er einmitt það sem er svona aðal dæmið fyrir þá sem í blásarsveit, það er þessi mót. Svona eins og í fótboltanum eru góða mótin og þessi mót. Þá er þetta síslmót sem er samband íslenskra skólalúðarsveita og mótin eru bara á mismunandi stöðum, oft í Reykjavík og svona. Núna fengum við að halda hérna á Akureyri sem var rosalega skemmtilegt því þá getum við blásarsveitin tekið á móti öllum þessum sveitum frá landinu. Og þá koma þau bara og gista í einhverjum skólum, skólastofum? Já, við vorum í Lundaskóla, gista þar og rosa mikið stuð. Og svo bara niður í Hof að spila eða eitthvað? Hvar voruð þið að spila? Við vorum með bæði Lundaskóla til þess að gista, svo vorum við með námskeið og svona alls konar smiðjur í Brekkuskóla. Við fengum að vera í salnum þar og svo voru nokkur námskeið líka í Hofi og endum helgina á því að vera með svona uppskeruhátíð. Og þá bara fá allir að láta ljósið skína og fara á sviðið og... Já, og maður sá bara gleðina í krökkunum þá, það var alveg rosalega skemmtilegt. Eigið þið svona minningar frá svona mótum? Já, bara ég ólst upp í svona sko, þannig að ég er bara alveg... Þannig að þið vissi hvað þetta gefur manni svona bara félagslega og bara ævintýralega. Sérstaklega sko, eins og fyrir okkur sem kannski búum út á landi sko, þá erum við ekkert svo mikið að fá tækifæri til að spila með sko svona risastóru sveit. Eins og til dæmis þessa helgi þá var ein 70 manna hljómsveit. Og það er ekkert endilega í boði fyrir alla sem eru búið út á landi. Og það er allt öðruvís að vera með þetta, þennan massa með sér. Og svo ert þú kannski svo eini sem spilar á þitt hljóðfæri í þinni hljómsveit og svo allt henni eru komnið 20. Og það er alveg geggjað sko. Þannig að mér heyrist krakkarnir alltaf að vera rosalega bara ánægðir sem voru frá okkur og það er mjög skemmtilegt að heyra. Og framundan hjá blásarsveitin ykkar er utanlandsferð. Já, við erum að stefna það, því að það er líka svona hópefli eins og þetta síst. Og gulrót. Já, nákvæmlega. Passa að hafa þetta alveg í lok skólasins. Já, ekki að fara að gefast upp og að hætta. Nei. Það er líka rosa gaman einmitt út af því að tónlist er svo svona alþjóðleg, þú veist, maður getur spilað tónlist hvað sem er. Já, það er náttúrulega algjör snilld, með hverjum sem er. Já, þannig að við getum bara, þú veist, farið og hringt í einhverja skólahljómsveiti í útlöndum og vilja ekki fá okkur í heimsókn eða fara á fleiri svona mót, það eru náttúrulega mót út alla Evrópu. Liggur ekki svolítið beint við hjá ykkur að fara til Hollands með hópinn? Jú. Finnst ykkur óspennandi? Við ætlum að láta líða aðeins lengri tíma á að förum að plugga ferðir þangað svona þannig að við leyfa okkur aðeins að...
verður farið? Okkur langar svolítið að fara til Gautaborgar. Það er svona stórt, hérna, svona eins og síslmót en í rauninni fyrir bara allar hljómsveitir í Evrópu og margar skólahljómsveitir frá bara Reykjavík hafa farið þangað til dæmis. Mér er bara mjög ánægð með það. Og svo er ennþá verið að skoða, náttúrulega við skólan eru fleiri hljómsveitir. Það er blásarssveit, en áður nú byrjaði blásarssveitin að fer í gegnum grunnsveit. Það er svona fyrir byrjendur og þeir eru að vinna í svona svipuð efni nema bara auðvitað auðveldara. Og svo fara þau upp í blásarssveitina og mjög margir eru líka í stórsveitinni. Þetta er svona svolítið það eru nokkra sveitir í gangi. Og líklegast fara þá allar þessar sveitir. Nei, hvað er það að segja? Og er fjáröflun hafinn? Já, það svona er að fara í gang núna. En tónleikarnir okkar eru náttúrulega alltaf ókeypis, sko. Frá bara öllum sveitunum. Við erum með 2 til 3 ári, við erum með jólatónleika og vortónleika og svona alltaf í hömrum. Er búið að dagsetja jólatónleikana? Við getum pluggað þeim aðeins. Það er verið 3. des. 3. des? Í Hofi. Í Hofi. Og allir velkomnir ókeypis? Allir ókeypis. Og er jólaprógram eitthvað svona? Já. Það er rosalega skemmtileg svona jólatónlist fyrir lúðrasveitir. Það er alveg svona, mjög skemmtilegt. Ég sé að þið alveg bara í skinninu. Eru þið byrjað að æfa jólalögin saman? Já, það er í þessari viku fyrir að æfa það. Það er mjög skemmtilegt. Það þarf að hafa þetta skemmtilegt til þess að maður nenni að æfa þetta frá október. Já, þá ekki alveg ógeð. Er þetta bara íslenskt og erlent sem þið eru að fara að æfa? Já. Reyna að gera þetta svolítið í begja bland bara. Bland í póka. Og þetta er krakkar líka á öllum aldri, sko. Kannast kannski ekki við þessu gömlu jólalög, þannig að við verðum líka að hafa poplögin og svo þessi klassísku. Blanda þessu saman. En þú veist eitthvað að tala ekki ennþá sérðu fyrir þér að hérna á Akureyri gætu kannski kviknað svona skólahljómsveitir við hvert skóla. Er það draumurinn? Já, það er pínu draumur að hafa þetta eins og, náttúrulega má maður ekki segja eins og í Reykjavík, þú veist hérna. Nei, maður hefur. En þú veist, það er náttúrulega út í okkur vantar alltaf blásara til þess að spila og það þarf að hafa tækifærin fleiri heldur en bara kannski tónskólan. Þannig að við þurfum okkur langar rosalega að kynna svona starf í grunnskólanum til þess að allavega kveikja áhuga því þetta er svo rosalega skemmtilegt og svo öðruvísi svona félagsstarf. Þannig að það vantar þá bara fleiri tónmenntakennara þá eða hvað er það sem að Þetta er sko, ég myndi halda að þetta væri einhvers konar blanda og langbest ef þetta er hægt að gera þetta í miklu samstarfi við tónlistarskólann eins og hérna fara út með hljóðfærakynningar og hafa þá einmitt þennan kannski möguleika að geta farið í skólahljómsveitir sem að, ég meina eins og blásarssveitin okkar, hún hérna býður hérna nemendur á svæðinu velkomna eins og til dæmis það eru nemendur úr tónlistarskóla Eyjafjarðar og svona að koma til okkar í þetta hljómsveitarstarf. Já, því að það eru kannski smærri þar og þurfa að bætast í stærri hóp til að. Og ég meina, ég held að það sé bara á planinu sko næstunni að fara út í grunnskólana með allavega kynningar á kannski þessi málmblástur sem að vantar svolítið mikið, svo trompet og básunur, túbur og svona. Og hérna segjum sem svo að bara 20 manns myndu vilja byrja að læra strax. Höfum við þá mannafla í það að kenna það? Já, það er alltaf hægt. Sko. Alltaf hægt að það. Þau eru svo rosalega liðleg að þau eru alltaf tilbúin að hjálpa og að það kemur mikil. Þetta er spennandi. Það eru spennandi tímar framundan í tónlistarlífi á Akureyri. Takk kærlega fyrir að koma til Akureyrar og í þáttinn. Takk fyrir frábært. Takk kærlega.